Heyrðu, gaman að fá þig í heimsókn. Erum við konur í gang? Já, já. Elsku kallið mig, það alltaf gaman að koma, þetta nú bara annars skiptið en það gaman að koma hérna. Kósí, hippalegt. Hippalegt, já. Já. Hvað gerir þetta hippalegt? Bara pullurnar og ganir þarna á veggnum og svona ýmislegt. Já. Þetta er ekki allt í mynd hérna. Það margstu verið en að vera hippalegur. Já, algjörlega. Við vorum saman í Svetti á sunnudaginn. Jú. Og þú fyrir svolítið átt í Svetti á Tolla. Ég þegar hann náðar aðnotund að fá að vera í krúinu. Já. Það er verið með ég að setja upp Svett. Og ég líka ég er sjálfboðaliði í Bata Akademi, í Bata húsinu. Það fengið það og það er mikil náð fyrir mig, ég kallar Óli frændi þar. Ok. Og þar er ég að sjá bara kraftaverk, hvert kraftaverki á fætur öðru. Sem að, er að strákar sem er að koma á stofnunum og allir hafa mist alla trú á og þeir sjálfir. Og sem er að bara umhverfast og verða nánast helgi menn á einhverjum mánuðum og árum. Hvað myndir þú segja að það væri? Hvað er það í starfinu sem að, er lykillinn að því? Ég er mikið búin að spá í það, og það er enginn sem getur nákvæmlega eitthvað sannað. Það fer nú kannski að vera hægt að sýna fram á í tölum og svona. En það er margt. Það er náttúrulega þessi nýja nálgun, þú veist, að það þurfi eitthvað meira heldur en bara að verða edrú og fara hafafundi. Sérstaklega þegar komu langri og mikill í neyslu og fangelsum og allt þetta, þá til dæmis bræðralagi sem er þarna, það skiptir miklu máli. Ég held líka að skipti miklu máli þessi nálgun við líkamann og það eru þá til dæmis þessi Svett, það eru langi göngutúrar. Sko, ég held að það sé rosa mikilvægt þegar maður er að koma langri neyslu að fá eitthvað inn á harðadiskinn sem að maður getur tengt edrú, eitthvað gott inn á harðadiskinn sem maður getur tengt við edrú. Því að þegar maður er í neyslu og er fíkill, mikill, að þá tengir maður allt við neyslu. Það er alveg saman hvað það er gott veður, flaska eða fix. Amma dó í gær, flaska eða fix. Barna fæðast, þetta maður þessi líða. Þá maður tengir allt við fix, bæði gott og vont. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að fá einhvað fljótlega inn á harðadiski sem maður getur tengt við edrú. Okay. Og það er það sem eru að gera þarna. Þá ertu að tala bara eitthvað sem er nýtt og eitthvað sem er ótengt því sem þú varst að gera þegar þú varst í neyslu? Allavega ótengt, eitthvað sem er nýtt, það þarf ekki endilega að vera nýtt. En til dæmis samband við börniðinn, að þú getur tengt við það edrú. Þessar náttúruupplifanir, þú veist að fara 5 öðru hálsinn, þú veist að geta það, takast það í góðum félagskap. Það er rosa búst, þá getur þú tengt það næst til þú farið fík. Langar maður að geta þetta eða langar maður að klúra sambandinu við barnið mitt, þá getur þú tengt, nei, það var rosa gaman um daginn, þegar ég var með dóttur minni í bíó, og eitthvað svoleiðis. Ég held að það er mikið það og líka þeir eru mikið, það er hugleiðsla hverjum einasta degi, virkadaga í Batahúsinu, stutt hugleiðsla á mótnana. Öndunaræfinga mikið, mér finnst það gefur rosa mikið, það gefur dálítið röss, en án finnst það allar þessara hlýðaverkana. Og svoleiðis, ég held að það sé dálítið það, Svo náttúrulega er Þorlákur mjög Tolli Mortis, hann er mjög sérstakur karakter, það kemur engin verri maður frá honum einhvern veginn. Einmitt. Og hann lætur þeim, hann mætir þeim og þeir sem er að vinna við þetta og Aggi líka, ekki síðri, þeir mæta þeim á jafningagrundvelli og ég gerir það líka. Og fyrir mig er þetta rosalega gott, Og ég sé að ég get haft einhver jákvæð áhrif líka þarna. Hvað gerur þarna sem sjálfboðaliði? Jafnvel þetta mat, ég gerir sáralítið. Er krú í þessu Svettum, ég er svo gamall, Ég hef hækkað í ting síðast. Okay. Ég var orðinn ellilífeyris þegar ég hættur að vera öryrki. Okay. Ég held ég að hækka í launum, skilst mér eitthvað aðeins, en hækka í ting. Okay. Og það er alltaf eitthvað. En ég geri mest lítið, en eitthvað, ég mæti þarna, er peppa á kannski aðeins upp, sýnið þeim að það hægt að vera edrú ár eftir ár, og ég vil notum maður hefur í langri neyslu, og eitthvað svona.
Þannig þegar við vorum að tala þarna saman í svettinu, þú sagðir hérna, við skulum endilega byrja á að tala um batan. Já. Er það þá þetta sem þú ert að tala um? Eða langaði að tala bara um bata almennt? Mér langar aðeins að kannski að byrja á einhverju, sko, eins og ég segi, ég er orðinn ellilífeyrisþegi, ég er orðinn gamall kall og mér líður mjög vel með það og mér er rosa hissa á því líka, ég bjóst aldrei við að verða gamall kall. En hérna, og þá kemur náttúrulega hlýtur að koma þessi löngun og það hefur líka verið í sambandi við minn bata sem eru búin að standa yfir, vil ég meina, í 23 ár með alls konar, en hérna ég hef ekki snert hvorki brennivín eða heroín í 23 ár. En hérna, þá langar mann að fara að kynnast sjálfur sér svona líka áður en maður yfirgefið sviðið. Og það er búin að vera svona dálítið í mínum bata þá og ég held að margir einstaklingar sem að til dæmis hægt að vinna og svona, þeir verða eiginlega að líta á eða ekki bara að hérna veslast upp og drepast og þá verða þeir að fara að kíkja eins á, sko, var ekki seinna vænna að fara, hver er ég? Einmitt. Hvað er ég að gera hérna? Og ég meina, hvað hefur þetta skilja eftir sig og út af hvað gengur þetta? Og í sambandi við það til dæmis að þá byrjaði ég á, eða ég byrjaði reyndar ekkert á því, en ég fór að spá í, þetta umhverfi sem að ég fæddur inn í. Og það er raunin alveg stórmerkilegt umhverfi, stórmerkilegu tími og stórmerkilegu staður. Sko 10 árum áður en ég fæddist að þá var okkur sparkað inn í samtíman úr moldakonum með amerískum hermannaklossum og hérna og síðan var hent í okkur feitu póki af dollurum svo við getum keypt ótið sem við vorum að framleiða í Bandaríkjunum og við verðum útibú frá Bandaríkjunum. Það var bara 10 árum áður en ég fæddist, Marshallhjálpin og það allt saman. Og við verðum bara hreinlega útibú frá Bandaríkjunum. Það sé engin vafa á því. Og þannig ég fæddist inn í það, þú veist, hérna túberaðar skvísur og ameríski kaggar og ameríski draumur, ég virtist inn á seilingar. Og hérna, en þá, sko, við erum alltaf búin að vera þar og undan í 600 ár bara í Moldakofum, bara hnípinn og alvarleg og núna allt í henni fórum við í þetta röss og ég held að það hafi farist fyrir, sko, persónulega held ég að hafi farist fyrir, sko, við fylltum þessar líkamlegu þarfir okkar þeim að fullagt alveg fram og tilbaka og við erum búin að vera í því síðan, en hins vegar andlegar þarfir sem alveg jafn miklar. Við erum alveg jafn miklar andlega þarfir og líka þeim var bara gleymt. Það var hérna, í tísku trúleysi sem ennþá, sem hefur búið að vera síðan og inn í þetta fæddist ég og einhvern veginn, ég fæddist ekki kannski rétt megin við línuna, ég fæddist inn í brotna fjölskyldum með brotna og einsta móður með 4 börn og allt þetta og hérna og ég held að það hefði verið partur af mínum fíkniefnaferli, sko, að ég var alltaf að leita einhver andlegri fyllingu og reyna að fylla eitthvað tómarum sem ég hafði ekki hugmynd hvað var eða neitt, en ég líka núna komin algjörlega á þá skoðun að sko áfengi og önnur fíkniefni að það er staðgengill fyrir eitthvað andlegt. Þetta heitir brennivín spirit, þú veist, og ég held að það sé ekkert af engu. Og ég sem sagt, maður gerir tilraun til að fylla þetta tómarum í hjartan, í sálinni eða eitthvað hvar sem það er. Og það gengur bara ágætlega í byrjun. Þetta hefur allt svakalega fín áhrif og maður er bara í núvitund og bara líður ágætlega, en svo fer þetta að svíkja. Og ef maður hættir, ef maður er gefið til að hætta, sem í mínu tilfelli og margra annar að það tók alveg heilt þorp að koma því á að ég geti verið edrú, að þá er þetta tómarum, það þarf að fylla það. Það er einhvern veginn að fylla það. Og ég meina, A-prógrammið er alveg með þetta, sko, það er, þú verður ekki, þið líður ekki vel í einn skinn og þú verður ekki edrú á góðan hátt nema að fylla það einhvern veginn. Og það eru margar aðferðir til þess og þjóðfélagið í dag, sérstaklega unga fólki, það er alveg á þönum að reyna að fylla þetta tómarum
og í alls konar leit, það þetta sem ég nefndi, það eru öndunaræfingar, það jóga, það er hljóðheilun og það er alveg endalaust úrval af því og það virkar allt saman sko og hvað með öðru. Og ég meina að sýta bara við læk og sólaða og huglega, það er flott fylling í það tómarum. En fyrir mig þá uppgötaði ég annað sem er miklu fljótvirkara. Og það var kennari minn í lífsleikni sem að bendi mér á það og bendi mér í þann farveg. Og það er að þjóna sköpunarverkinu á einhvern nátt. Ég veit ekki alveg hvort þú skilur hvað ég meina. Ég skil það að ég held á endanum komist flestir eða mjög margir af þeirri niðurstöðu að það að vera, eða svona á ensku be of service, sé mögulega það besta sem þú getur gert fyrir sjálfan þig og fáðu þig kaffi. Þannig að þú segir að þjónusta sköpunarverkið, að þá ég bara svona, sko, þá ég bara veltaði fyrir mér hvað ég við með sköpunarverkinu. Já, þetta á ýmsan átt, sko. En komast út úr raskatur og sjálfur sér ágætis orð. Já, því Tolli var hérna hjá mér einmitt, við gerðum þátt saman og þá sagði hann einmitt, það vill svo til að þegar að ég að hjálpa öðru fólki, þá það besta sem ég geri fyrir sjálf mig. Já. Þannig að þetta getur komið frá fullkomlega eigingjörnum kvöldum. Sko. Þetta það sem ég að tala um, já, ég meina þetta sko, þessi þjónusta sem ég algjörlega lendi í, sem þannig í Afríku, í Kenja, sko, mér finnst það rosa leiðilegt, en ég fæ alltaf mest út úr þessu, þú veist, það er bara þannig, því meira sem ég reyna að fá ekki, að láta börnin fá sem mest út úr þessu, þá fæ ég alltaf sem mest út úr þessu. Já. En þú segir leiðilegt, þú veist, hvað þú með því? Mér finnst það bara svolítið leiðilegt, að ég skulle alltaf fá mest út úr þessu. Já, ég meina, sko, þetta ekki hið fullkomlega heimili, sko, ég er með rosalega mörg börnanna, það eru 43 börn á heimilinu, og nú hafa tæp 100 bæst við í barnaskóla sem við vorum að byrja á. Og þetta alltaf, þetta alltaf stofnun. Þetta stofnun. Og ég persónulega hef ég ekki mjög góða reynsla stofnunum og margir af mínum vinnum. En þannig að ég kalla þetta heimili, sko, þetta takkheimilið og ég reynir og við reynum öll sem erum stöndum að þessu að hafa þetta sem heimilislegast. En það er bara það er ein mamma þarna, þú veist, og ég er afi, sko, Babu Musungu. Þú veist, það er ekki rosa mikið fyrir, til þess að styðja við, svona mörg börn. Og það hefur verið rosalega erfitt að fá gott fólk, fá sérstaklega barngóðar konur. Bara verið endalaust, þessi ár sem þetta hefur verið, þá ég er búin að reka, ég man ekki hvað margar. Það þá harðar við börnin? Aðalega það, já. Það er rosalega erfitt að koma skilningu það að við viljum ekki líkamsrefsingar. Þú veist, þú lemur ekki barn fyrir að pissa undir, þú veist, þú gerir það bara ekki. Ekki þannig á heimilinu, en við erum alltaf að börsta, þú veist, maturunnar í einhverju svona klípa og líka hnupl og fleira, sko, og svona einhverja legar og sem er svona alltaf landlægt þarna. Og þú veist, þessi börn eru neðst í afrísku gókunaröðinu og afríska gókunaröðinu er mjög hörð. Og HIV veik börn eru neðst í þeirri gókunaröð. Og feiti svarti miðaldra kallinn er efstur. Já. Og svo er notað bara prikk, barið niður. Hann lemur kettlinguna sína og allir kringu sig og svo gengur þetta bara niður og börn sem eru viðkvæm, þau eru einhvern veginn og munaðlaus, að þau eru neðst í þessari gókunaröð. Mér langaði að tala aðeins meira eða ekki aðeins, mér langaði að tala meira heimilið. Já. En mér langaði að koma aðeins aftur að þessu sem við varst að tala áðan með þetta tóm og Ísland og þetta þú segir að vera hendi í okkur dollarum og þá hugsa maður sko að því það svo, þú veist, glöggt gests augað, eins og sagt að þegar maður sjálfur horfir á nýrík lönd og nýríkt fólk, þá sér maður fyrir sér svona, þá sé ég fyrir mér eitthvað svona rústneskan eða austur-evrópskan mann sem í Armani jakkafötum og dýrum strigaskóm og þetta gengur allt út á einhvern veginn að sína út á við að hann eigi pening. En oft á tíðum ekkert mjög mikið innihald endilega, sko. Og ég held að við sjáum ekki alveg sjálf hvað þetta er búið að gerast hratt, sko. Þú veist, eins og þú segir, við erum með þessar árhundruðir í þessum moldaköfum og þetta er bara býstna mikið ströggl og gengur bara út og að reyna að lifa af harða vetur og vera með fæðu og allt þetta. Yfir ég bara allt í einu, þú veist,
þó að 50-60 ár séu kannski langur tími, þá það ekki langur tími í þessu samhengi, að við förum frá því að vera alltaf í norðin bara, þannig að rétt fyrir hrun erum orðin sko ríkasta þjóð í heimi. Og þegar þú kemur inn í samfélag þar sem er sko meira kannski svona gamall peningur og þetta hefur fengið að þróast, að þá þetta sem þú varst að segja sko með þetta rótleysi, sko, ég hef hugsað þegar þú kemur inn í sko kaþólsk lönd og það er kannski ekkit skrítið að það verði til eitthvað trúleysi og þetta verður allt einhver svona postmodernísk leið til þess að bara þjóna mér, sko, ég og mig frá mér til mín og bara einhver efnishyggja og á meðan ég get sýnt náunganum að mér gangi vel og ég eigi pening, að þá, einmitt, þessi gamla saga að á meðan alkohólistinn er með vinnu og allt lítur vel út af við og þá getur hann bara haldið áfram að drekka, sko. Og þá hugsa ég bara okkur svona sem samfélag, að við erum kannski, á ákveðin hátt andlega tóm, en á meðan að þetta lítur allt vel út efnislega, að þá bara ætlum við ekkert að líta á það, sko. Já, ég held að það sé mikið til í þessu og talandi andlega tóm, sko, það skeiði greinilega einhver stór, þetta var einhver vitlaus beygja, sko, að einhverju leyti, því það var eitthvað sem að gleymdist að taka með því að núna þá eru við ansi andlega tóm, sko, ef þú kíkir bara á tölur, þá eru, sko, believe it or not, það eru 70.000 á kvíðastillandi lyfjum. Það eru önnur 50-60.000 á þunglyndislyfjum, munurinn er ekkert mikill, en ég meina kvíða og þunglyndi. Það eru, þú veist, þá eru að tala um benzodiazepína og allt það, sko. Það eru 25.000 á ADHD-lyfjum. Þú veist, og svo eru ópíatarnir og svo er alkohólið og grasið og kókið og spýtið. Ég hef stundum nefnt þetta í þessum þætti, sko, bæði þessa tölur og síðan að 70% af fullorðnum Íslendingum sé annarkvort of þungir eða í offitu. Það eru ákveðna svona tölur sem sýna okkur að það er ekkert í lagi, sko. Já, ég myndi segja það. Þetta væri ekki alveg í lagi. Sko, nema þetta sé svona svakalega, þetta er annarkvort rosalega gott eða rosalega slemt. Ég meina, annarkvort erum við búin að finna bara lyf við öllum lífsverkjunum eða þá við erum komið svakalega lífsverki. Já, ég held að það sé, sko, þá er ég ekki að gera lítið úr því að það er alveg til í dæmuna að þessi þunglyndis og kvíðalyf geti hjálpa fólki. En ég hef persónulega reynslu af því að taka þessi lyf, sko, og ég þekki aðra og ég held að, þú veist, ef þessi lyf væri að virka svona frábærlega, þá væri ekki svona rosalega mikið af fólki að, sko, leita að öðrum lausnum eftir að hafa prófað að vera á þessum lyfjum að því það eru bara miklar aukaverkanir og þú veist, tekur tíma að stilla þetta af og þetta er bara ekkert að virka neitt frábærlega, sko. Persónulega held ég ekki að þetta sé laust, sko, ekki fyrir mig. Ég menn það, eins og segir, ég er ekki læknir og sko, ég er þannig, ég get ekki tekið neitt, sko, ég er með ADHD big time og ég er áverku big time og ég fer í sko, nánast manískur, ég fer í svona nánast ég sé mig geðrófkalla eða, sko, þegar ég á köflum, gerir það reglulega og þá, og hérna sýsti mín, hún, hérna fyrir nokkrum árin þá var hún með áraðu fyrir því að þetta fara að taka einhver ADHD-lyf og ég og hún sjálf og hálf fjölskyldan er á einhverjum, þú veist, og finnur lausn í því. Og ég pröfa, og endaði með því að ég sagði, komdu þá með henni á, og ég pröfaði eitt tilki og mér leiði bara alveg óhugna lítla því að mér langaði miklu meira, sko. Þetta var svona, þetta myndi mig á gamla spýtið, þú veist, og ég, þetta hreinlega lifir ekki laust fyrir mig, þú veist, og ég, það veit ég, og ekki held ég fyrir flesta fíkla held ég að þessi ekki lausnin. Það getur verið algjörlega lausn að komast út úr, sko, út úr vítaringnum. En þegar þú ert komin út úr vítaringnum, þá vil ég meina að þú þurfir eitthvað andlegt. Það sé þar sem að hungrið er, sko. Já, ég er sammála. Ég held að hvort það, því nú er ég nú með sálfræðimenntun og ég hef oft hugsað, sko, ef ég væri að starfa sem sálfræðingur og ég myndi gjarnan vilja að bæði sálfræðingar og gæðlennar og lækna myndi vinna meira þannig. Að þú færð til þinn einstakling sem er kannski alveg í mólum. Og hvort sem, ef þú sér það, hérna, þetta er út af bara einhverju big time ADHD, eins og þú orðar að þá gæti alveg verið tímabundið, við þurfum að nota lyfin til að byrja að láta þið vinna í hinum verkfærunum, sko. Ef að fólk er alveg niður í kjallara, sko. En þá væri tímalína sett upp sem við setjum lyfin inn og meðan þú byrjar á lyfjunum og byrjar að fá smá búst, þá ert að fara að gera öndun, þú ert að fara að taka hullerslu, þú ert að fara að sækja hérna meiri félagslega tengsl, þannig að þú býr til verkfærakistu, svo þegar verkfærakistan er farin að fungera vel, þá bara byrjum við að trappa lyfin niður og lyfin voru bara eitthvað sem við vorum að horfa í með takmarkaðan tíma, sko. En að því sögðu, þá náttúrulega er hópur að núti sem að
sko, kannski sérstaklega þeir sem eru mikið. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.